Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 12. apríl, fyrsta sunnudag eftir páska, er þema dagsins hin nýja fæðing. Í lektíunni stendur: Ég elska Drottinn af því að hann heyrir grátbeiðni mína. Hann hneigði eyra sitt að mér þegar ég ákallaði hann. Í pistlinu skrifar Páll: Ef ekki er til upprisa dauðra, þá er Kristur ekki heldur upprisinn, en ef Kristur er ekki upprisinn, þá er ónýt prédikun okkar, ónýt líka trú okkar. Og í Guðspjallinu birtist Jesús lærisveinunum í 3. sinn eftir upprisuna. En við skulum byrja þessa stund á því að signa okkur í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Heyrum hvaða boðskap pistillinn ber okkur, en hann er úr 1. Korinthubréfi 15. kafla. Ef við nú predikum að Kristur sé upprisinn frá dauðum, hvernig geta þá nokkur ykkar sagt að dauðir rísi ekki upp? Ef ekki er til upprisa dauðra, þá er Kristur ekki heldur upprisinn, en ef Kristur er ekki upprisinn, þá er ónýt predikun okkar, ónýt líka trú ykkar. Við reynumst þá vera ljúfvottar Guð, þar eð við höfum vitnað Guð, að hann hafi uppvakið Krist, sem hann hefur ekki uppvakið, svo framarlega sem dauðir rísa ekki upp. Ef dauðir rísa ekki upp, er Kristur ekki heldur upprisinn, og ef Kristur er ekki upprisinn, er trú ykkar fánýt. Syndir ykkar eru þá ekki enn í burtu teknar, þá eru einnig þau glötuð sem sofnuð eru í trú á Krist. Ef von okkar til Krists nær aðeins til þessa lífs, þá erum við aumkunarverðust allra manna. En nú er Kristur upprisinn frá dauðum, frumgróði þeirra sem sofnuð eru. Eins og dauðinn kom með manni, þannig kemur upprisa dauðra með manni. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Já, þemað í dag er hin nýja fæðing. Það eina sem við erum örugg með í þessu lífi er að við munum einhvern tímann deyja. Hin mörgu trúarbrögð heims taka misjafnlega á bæði líferni í þessu lífi, afleiðingum gerða okkar og hvað verður eftir dauðan. Það er til dæmis mjög vinsælt í minningagreinum nútímans að hinn látni fari í sumarlandið að spila golf eða annað sem tengist áhugamáli hans. Þetta er falleg hugsun og sett fram vegna þess að við óskum okkar nánustu alls hins besta úr þessum heimi. Ég hef hins vegar sagt að ég ætli ekki í þetta sumarland. Ég ætla að vera í ríki Guðs. Og til þess að vera viss að fá að vera þar, þá þarf ég að vita nákvæmlega hvað þarf til þess. Við lifum í ástandi sem kallast erfðasynd, ástand þar sem við lærum að efast allt og efi leiðir af sér að við þurfum að rannsaka og leita að því sem er satt og rétt. Lífsbaráttan rænir okkur svo þeim tíma mjög auðveldlega af okkur. Svo eitt leiðir af öðru. Afleiðing af tímaskorti verður til þess að við látum mat okkur af skoðunum annara. Stundum erum við sammála, stundum ósammála eða sama hvort er. Í sambandi við Guðs málefni þá þurfum við aðeins að leita í eina bók, Biblíuna. En hún er mikil lesning, svo kristnir menn geta einbeitt sér að Nýja testamentinu og þá er best að einskorða sig við orð Jesú, því hann er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hvað sagði Jesús sjálfan sig, Guð, dauðan, ríki Guðs og eilíft líf? Hann sagði að hann væri sendur af Guði, föður sínum, til týndra sauða af Ísraelsætt. Hann var sendur til þeirra sem átt að þekkja Guð
en höfðu fjarlægst hann. Hann kom ekki til að upphefja sjálfan sig. Þegar Jesús hafði opinberað hver hann og menn ætlaði að grýta hann fyrir það, þá spurði hann fræðimennina: Segið þið þá við mig sem Faðirinn helgaði og sendi í heiminn, að ég guðlasti af því að ég sagði, ég sonur Guðs. Svo Jesús játar að vera sonur Guðs. Menn höfðu beðið í aldir eftir frelsaranum sem spámenn Gamla testamentisins vitnuðu að kæmi, en þekktu hann svo ekki þegar hann kom. Eftir að leiðtogar þjóða Guðs höfðu hafnað honum, predikaði Jesús ríki Guðs undir berum himni og fólkið hungraði eftir boðskapnum, fylgdi honum út fyrir borgir og á milli borga. Dæmisögurnar og myndmáli sem Jesús notaði lýsir áheyrenda hópnum. Þeir voru ekki fræðimenn, heldur fjárhirðar, fiskimenn eða kaupmenn, aðrir ræktuðu korn eða vínvið. Mestu máli skipti að menn skildu samlíkingar hans þegar hann sagði: Ég góði hirðirinn, ég brauð lífsins, ég ljós heimsins, ég lækur lifandi vass, ég vínviðurinn og viðurinn greinarnar og hann upprisan og lífið. Nikodémus hafði hitt Jesú nótt og Jesús sagði honum að hann þyrfti að fæðast af nýju. Fæðast af vatni og anda. Því hann sagði: Frá hjarta þess sem trúir á mig munu renna lækir lifandi vass, og Guðspjallamaðurinn útskýrir að þarna átti Jesús við heilagan anda sem þeir skyldu hljóta sem á hann trúa. Trúboð Jesú fólst í því að Guð sendi hann til að boða Guðs ríki, en hann sagði samt: Ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Og í öðrum texta lesum við að sá sem trúir á Jesú trúir á Guð, því að hann sagði: Ég og Faðirinn eitt. Fyrirheiti kristinnar trúar upprisa til nýs lífs, sem þema dagsins kallar hina nýju fæðingu. En hvenær mun þessi upprisa eiga sér stað? Lasarus var ekki risinn upp þó hann hefði verið 4 daga í gröfinni þegar Jesús kom og segir við Mörtu: Bróðir þinn mun upprísa. Þá segir Marta: Ég veit að hann rís upp í upprisunni á efsta degi. Hinn efsti dagur hefur haft frjálslega túlkun hjá mörgum. Margir túlka hann sem síðasta daginn eða stundina sem við lifum og að þegar við deyjum sé dyrum þessa heims lokað og nýjar opnist inn í næsta líf. Menn fari inn í sumarlandið eða á betri stað til ástvina sem hafa farið á undan okkur. Ég ekki viss að Lasarus hefði þá vilja koma tilbaka á jörðina, eða að Guð hefði leyft honum að fara frá himni aftur inn í umhverfi erfðasyndar ef hann hefur verið kominn til Guðs. Það var öðruvísi með Jesú. Hann var syndlaus þegar hann kom til jarðar og hann boðaði upprisu á efsta degi eins og við heyrum í þessum textum. Sá vilji þess sem sendi mig að ég glati engu af öllu því sem hann hefur gefið mér, heldur reisi það upp á efsta degi. Því sá vilji föður míns að hver sem sér soninn og trúir á hann hafi eilíft líf og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Efsti dagur einn dagur þar sem allir rísa upp í einu. Þessi dagur hefur í gegnum aldirnar fengið ýmis nöfn, svo sem dagur upprisunar, dagur dómsins eða dómsdagur
og dagur endalokana eða dagur endurkomunnar, því að Jesús sagði að hann kæmi aftur. Þegar lærisveinarnir sýndu Jesús stoltir musteri Guðs í Jerúsalem, þá segir hann þeim frá endalokunum. Ekki mun standa steinn yfir steini, allt verður lagt í rúst. Og heimurinn mun fara síversnandi. Menn munu upplifa styrjaldir og hörmungar, en eftir þrengingu þessara daga mun sólin sortna og tunglið hætta að skína. Stjörnurnar munu hrapa af himni og festingin mun riðlast. Þá mun tákn mannssonarins koma af himni og allar kynkvíslir jarðar hefja kveinstafi. Og menn munu sjá mannssoninn koma í skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Hann mun senda út engla sína með hvellum lúðri og þeir munu safna hans útvöldu úr 8 heimskauta á milli. Eftir þessari lýsingu að dæma munu upprisadauðra verða á sama degi og Jesús kemur aftur og mun, eins og við játum í trúarjátningunni, koma til með að dæma lifendur og dauða. Og þá komum við að erfiðara máli. Það rísa allir upp, en það rísa ekki allir upp til eilífs lífs. Svo hvað verður þá þá sem að trúa ekki? Já, við vitum að minnstakosti þá verða þeir ekki í ríki Guðs og enginn annar getur gefið jarðneskum mönnum eilíft líf. Jesús sagði, og ég vitna aðeins í það sem hann sagði, sá sem hafnar mér og tekur ekki við orðum mínum, hefur sinn dómara. Orðið sem ég hef talað verður dómari hans á efsta degi. Ég upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann degi. Í pistli dagsins rekur Páll afleiðingar þess að hafna upprisinu. Því dauði Jesú og upprisa sé forsenda þess að við verðum reist upp til eilífs lífs. Hann leggur áherslu á að án upprisu Jesú sé trú okkar ónýt. Án upprisu Jesú eru öll loforð hans eilíft líf ómerk. Án upprisu væri allt sem Jesús boðaði og predikaði fyrir fólkinu falskur boðskapur. Og við værum ljúgvottar Guð, eins og Páll orðar það. Ef Jesús ekki upprisinn, erum við öll glötuð því þá hefur hann ekki dáið fyrir syndir okkar. Þá hefur lausnagjaldið ekki verið greitt og koma hans hefur verið til einskis. Vitnisburður Páls segir okkur að okkar eilífa líf velti á því hvort við trúum að Guð hafi reist Jesú upp frá dauðum. Í ritningunni gerður greinarmunur á upprisu dauðra og upprisu frá dauðum. Í versunum á undan hefur Páll sagt að hinir dauðu munu sannarlega rísa upp, en Jesús var reistur upp frá dauðum, það frá hópi dauðra manna, sem þýðir að það risu ekki allir dauðir upp leið. Hann var frumgróði, við fengum forsmekkin af því sem koma skal. Í Matteusi þessi frásögn af því þegar Jesús dó á krossinum. Þá rifnaði fortjald musterisins í tvennt, ofan frá og niður. Jörðin skalf og björgin klofnuðu. Grafir opnuðust og margir heilagi menn sem látnir voru risu upp. Eftir upprisu Jesú gengu þeir úr gröfum sínum og komu í borgina helgu og birtust mörgum. Samkvæmt þessari frásögn var þessi frumgróða upprisa takmörkuð við fáa einstaklinga til að fullvissa okkur að loforð Jesú standist. Við getum treyst boðskapnum, Jesús hefur frelsað okkur.
Við munum vera reist upp. Við munum fæðast til nýs lífs á himni. Eins og syndin kom í heiminn með einum manni og gerði alla að syndurum, þá var einum syndlausum fórnað og gjaldið greitt fyrir alla menn. Trúin á upprisu Jesú gefur okkur eilíft líf, eins og Jóhannes skírari gaf vitnisburð Sá sem trúir á soninn hefur eilíft líf. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.